Já, ég held að sé heldur engar tilviljanar í þessu. Þetta margra ára að vinna hjá Allt og oft en yfirleitt beðið ósigur hérna sjáum við lið Íslands og eins og farið var í. Þar held ég ekkert út á neitt að setja hérna. Marjóna. Paredes. Og frábært spil og Viki López sleppur einn í gegn og Viki López þvílíkt mark hjá Spánverjum. 1-2 sendingar og Viki López komin í gegn. Í gegnum okkur og þarna gerðu þær feikilega vel, ég sá ekki. Þetta Patria með síni sem á þessa sendingu á Viki López. Já, frábær Viki í þessari sendingu og fyrsta snerting upp á 10 og Viki López klára þetta örugglega. Það sem meira að sendingin á Patri að hana á Irene Paredes sem var stödd. Tejas Batje leggur hann út í teginn, 2-0! Þetta í mati eftir mistök varnarlega á íslenska liðinu, gerir Rúnar Batje vel. Kemur hann í mati sem setur hann í markið, spottfög Ísland 0. Já, óeigingjarlegin hotspurn, þar svo góðar á þessu litla svæði, það þræði sig í gegn og óeigingjarnin uppmáluð þarna. Ingibjörg ætlar að reyna að koma boltanum í burtu en heilsar hann eiginlega í Batje með nægan tíma og velur rétta ákvörðun. Já, og Glótsperla að stíga út í Batje, hún að reyna að forða því að hún sé að fara að taka skotamarki og eftirleik. Spænska liðsins halda áfram. Batje, engin rángstaða. Batje með sendinguna fyrir 3-0, Salva Paraleo með þriðja markið í þessum leik. Og aftur það Rúnar Batje sem leggur upp. Já, sjá hvað snöggur að þessu að koma sér aftur í þetta svæði. Gera þetta bara svo feikilega vel og það að skora mörkin sín nánast inn í okkar markteig og það ekkert við Cecilíu í markinu að sakast í þessum mörkum. Eina kannski þarna að Salma Paraleo stendur raun og veru ein inn í teignum í 3-4 sekundur áður en hún fær þennan bolta. Já, þannig hefði maður náttúrulega viljað sjá Glótsperlu standa nærinni en þeir gera þetta hratt og þeir gera þetta vel. Og Guðrún með sendinguna miðina Patri. Viki López leiður í skot. Wow, Viki López 4-0. Þetta var negla hjá Viki López. Ein misjafnu sendingur upp. Á hættulegu stað, það fljótar að færa boltan yfir á Viki López sem stendur þarna ein fyrir utan okkar vítateig og hittir þennan feikilega vel og það komna í 3-0. 4-0, afsakið. Viki López að spila landsleiknum með 22, þetta 9. landsliðsmarkið. Við gáum að fá okkur mark og nánast Byrjar hún á því að tappa boltanum Karolína Lea með möguleika til hægri og vinstri, leggur hann út hér á Lindu Líf Boama með skot og Lindu Líf Boama að minka muninn fyrir Ísland. Gera vel í að vinna boltan á miðsvæðinu og Linda Líf leggur hann fram hjá Kötukói. Karolína Lea vann boltan og hún gerir þetta feikilega vel, hún býður eftir hárrétta augnablikinu til að renna boltanum mjúklega til Lindu Lífar sem á ekkert svo auðvelt verkefni fyrir höndum en gerir þetta frábærlega vel, heldur hún alveg niðri og það erfiðast fyrir markmanninn. Frábærlega klári hjá Lindu og gaman fyrir hana þó að staðan sé 4-1 en alltaf gaman að Reita bolti hérna á spænska liðinu á sendingin á Navarro sem að setja hann út í teginn, frábærlega að spila þvílíkt mark. Vá, Claudia Pina stöngin inn eftir sundurspilun á íslenska liðinu. Já, hérna hér. Frábær spyrnumaður, við höfum séð það margoft hjá þessu frábæra leikmanni. Klók, hún bara tekur sér góða stöðu þarna og fljóta aðdamna sig og stöngin inn. Cecilia á ekki möguleiki þennan. Markið frábært en aðdragandinn að markinu sömuleiðis algjörlega upp á 10,5 og 5. mark Spánverjana hér á Laugardalsvelli búið að líta dagsins ljós. Það var Cecilia
Kemur hann beint á Aitana Bonmati. Bonmati með skot með vinstri, þakka fyrir sig. Aitana Bonmati, 7. mark Spánverja. 1 mistök og refsing. Já, það eru bara svo opaslega góður í fótbolta þessar ágætu Spæns og sannarlega sýnt gæði sín hérna í þessu síðari hálfleik. Sérstaklega auðvitað með svona sjálfsögð mistök. Frábær móttaka hjá Bonmati. Það er mikið sem hún á eftir að gera. Karolína nær ekki að stíga nægilega mikið út á mótinni og hún þræðir þennan bolta í fjærhornið milli Karolínu og Glódísar og framhjá Sicily Rán. 7. mark Spánverja, 30. Áttu frábæran leik og eiga svo sannarlega skilið